Góða kvöldi, góðir áhorfendur og velkomin í fyrsta afmælisþátt INN. En hann tileinkaður Margréti Gunnlaugsdóttur eða Maggi sem núna í Austurríki á skíðum með börnum og barnabörnum. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Eru stödd þau Þórunn Soffía Snæhólm, Oddný Halldórsdóttir og Fannar Alexander Snæhólm. Öll eru þeir svokölluðu sérfræðingar í Maggi fræðum. Ég ætla að byrja því, Oddný, að biðja að telja upp hvað gerðist 11. mars í mannkynssögunni? 11. mars, já. Þar má meðal annars nefna að Napoleon Bonaparte gekk að eiga Maríu Lovísu, dóttur Frans fyrsta Austurríkiskeisara. Var ekki hún sem kálaði honum síðan með arsenikki á Elbu? Nákvæmlega. Akkurat. Nei, stífnaði hann ekki bara svona til dauða. Heyrðu, fyrsta kókflaskan Maggi var seld í sælgætisbúð í bænum Vicksburg í Mississippi þennan dag, árið 1894. Og svolítið sem við, hérna, ég og þú munum eftir, það var það kvikmyndin síðasti bærinn í dalnum var frumsýnd 11. mars árið 1950. Ég man ekkert eftir því, það var ekkert hættur. Manstu eftir Guðlaugssundurinn fræga? Já, var það. Báturinn fór stund af Vestmannaeyjum og Guðlaugur syndi í land, það var 11. mars 84. Svo hann Friðrik 9. Danakonungur sem dó sem sagt 72. Fæddur þennan dag 1899. En aðalega það þú, Maggi, sem fæddist þennan dag fyrir 70 árum síðan. Það má geta þess líka að þennan dag dó Tjernenko úr elli og leiðendum sem var þá aðalritari sovjetska kommunistaflokksins og þann dag tól Mikhail Gorbachev við sem olli miklum straumhvörfum í mannkynssögu og sögu heimsins í pólitík vegna þess að hann ritaði perestrojku og hrinda glasnost sem olli hruni sovjetska kommunistaflokksins. Ég hérna með Þórunn Soffíu Snæhólm. Hvað vilt þú segja Maggi sem vinkonu þína? Mér finnst hún skemmtileg, fyndin og ég veit það ekki. Hvernig finnst þér hún fyndin? Finnst þér ekki gaman að koma heim til hennar? Er hún ekki gestri sinn? Jú, mjög. Og... Góð kokkur? Já, ég bara veit það ekki. Bakar góða eplaköku? Já. Spesialist í því, já. Fannar Alexander, hvað vilt þú segja Maggi vinkonu okkar á þessum degi hennar? Hún fyndin, skemmtileg og mjög bara mikið vinkona okkar og hún bara mjög skemmtileg. Þakka fyrir þetta, Fannar. Oddný Halldórsdóttir, hefur einhver við þetta að bæta? Já, mér finnst Maggi skörungur, mér finnst hún kraftakona, mér finnst hún jákvæð, brosmild, lífsglöð, alltaf til í allt, partybomba, gaman að djamma á djúsamiðinni. Vassi, má segja þetta hér? Já, það verður að láta allt gossa og svona dögum. Og ég vildi bara að við værum hjá þér og... Akkur bauðst okkur ekki líka, við erum bestu vinir þínir. En með þessum orðum þá að renna hérna sólstöður í þessum ágæta þætti. Við biðum fyrir rosalega góða kveðjur frá Þórunni Hafstein, mömmu, og Harald Snæhólm, pappa, sem í Nígeríu að hérna reyna að sóla sig eitthvað þar. En hann sendir hérna mjög góða kveðjur með hinum öpunum frá Nígeríu og mamma frá Sunnubrautinni og við ætlum að ljúka þessu með laginu Hún á afmæli í dag. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli hún Maggi, hún á afmæli í dag. Og með þessum orðum þakka ég áhorfendum fyrir og við bjóðum góða nótt hérna frá INN. Það var gott á Ítalíu.